En spurningin sem verður borin upp fyrir kjósendur í þjóðaratkvæðagreiðslunni, hún ansi flókin. Spurningin hljóðar svo. Lög númer 1 frá 2010 kveða á breytingu á lögum númer 96 frá 2009 heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðs innstæðu eigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðu eigenda hjá Landsbanka Íslands h.f. Alþingi samþykkti lög númer 1 frá 2010 en forseti synjaði þeim staðfestingar. Eiga lög númer 1 frá 2010 að halda gildi. Í athugasemdum með frumvarpinu segir að orðalagið miði að því að framsetningin verði skýr og afdráttarlaus. En það svo? Þorlákur Karlsson, sérfræðingur í markaðsrannsóknum við Háskólann í Reykjavík, segir spurninguna hreinlega ótæka. Hún sé leiðandi, of löng og of flókin. Og Þorlákur ekki einn þetta álit. Samkvæmt þeim stöðlum sem að finna hér í þessari bók, Íslenskri stílfræði, spurningin hreinlega ólæsileg. Á mælikvarða Björnssons læsileiki texta reiknaður út frá því hversu mörg orð í textanum hlutfallslega eru lengri en 6 stafir. Textar með hlutfallstölu 20 eru mjög auðveldir, með hlutfallstölu 60 eru afar erfiðir. Spurningin þjóðaratkvæðagreiðsluna inniheldur 61 orð, 31% þeirra teljast löng. Spurningin hefur samkvæmt þessu erfiðleikastuðulinn 92 og sprengir skalann á mælikvarðanum.